gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Komið þið sæl, til mín komin Unnur Rán Reynisdóttir sem oddviti Sósíalistaflokksins í Suðurkjördæmi. Ég ætla að tala við alla 6 oddvitana, einn í einu og spyrja þau út úr því sem þau vilja og hvað þau ætla að gera. Vertu velkomin. Takk fyrir. Þegar því þú ert í Suðurkjördæmi sem náttúrulega mjög sérstætt kjördæmi, bæði það flenni stórt og mjög blandaðir atvinnuvegi til dæmis. Það landbúnaður, sjávarútvegur, ferðaþjónusta og það er það ekki? Jú, já. Þetta alls konar. Já. Og ég búin að vera að ferðast kjördæmi til að kynnast fólkinu og einmitt mismunandi áherslumálum. Þetta er mjög breytt svið sem að þetta spannar. En það líka að lesa stefnuskrá Sósíalistaflokksins að þá opnaði þetta byggðamálin og þar segir að vilji flokksins að tekið verði upp 3. stjórnsýslustigið með stækkun sveitafélaga í landshluta stjórnvaldseiningar. Svona héraðsstjórnir einhverjar. Einmitt. Hefur rætt þetta við kjósendur í kjördæminu? Ég hef rætt það til dæmis að við leggjum mjög mikla áherslu á að vera einmitt lýðræðislegur flokkur. Já. Þannig að með þessu þá getum við náttúrulega aukið svolítið íbúa lýðræðið eða lýðræðið í hverjum hluta fyrir sig. Sem skiptir mjög miklu máli að fólk hafi eitthvað sína eigin hagi að segja. Það sem ég hef upplifað til dæmis núna þegar ég var að ferðast við fórum í Vík, við fórum í Mýrdalinn og Höfn og við vorum að hitta til dæmis bændur sem hafa verið að upplifa það að það ekki verið að hlusta á þeirra þekkingu og þeirra þarfir. Það eins og að komi bara ákvarðanir að ofan og jafnvel gjarnan virðist fólk ekki vita hafa tilfinningu fyrir málefninu til dæmis hvað varðar dýrin eða landbúnaðinn. Þeir sem setjaðin fyrir. Já. Reglugerðir og fleira að þau virðist ekki hafa nógu mikið vit á atvinnugreininni. Já. Og þau upplifa að það sé alls ekki verið að hlusta á þau. Og með þessu móti til dæmis þá gætum við bara gefið þeim sterkari rödd. Það þarf að styrkja röddina á hverjum stað af því að sjálfsögðu þekkja bændur best hvernig annars skal dýr og þeir þekkja landið sitt líka. Já, þegar tala sem sagt að það sé ekki bara eins og Hornafjarðar, sveitafélagið Hornafjörður heldur náðu það eitthvað lengra þannig að það veri öflugri rödd sem kemur. Já, og það náttúrulega líka haldast í hendur kannski sumir hagsmunir eins og samgöngumál og slíkt þannig á milli. Þannig að það ekki bara íbúar í Vík sem að hafa með það að gera hvort það komi göng eða slíkt. Það náttúrulega, þú veist, það þarf að huga eða brúin yfir Hornafjarðarfljóti. Akkurat, það þarf að huga að örygginu og maður fatt að það var orðið svolítið langt síðan ég fór alla leið í Hornafjarði síðast. Og ég bara, það bara endalausar innbreiðar brýr til dæmis. Það bara, manni fannst eins og það væri búið að fækka þeim meira heldur en raun bara við henni. Síðast ég keyrði frá Egilshöfn til Reykjavíkur þá taldi ég einbreiðu brýrnar og þær voru 46. Akkurat. 46 á þjóðvegi 1. Já. Frá Egilshöfn til Reykjavíkur. En svo náttúrulega hættu þær, þetta náttúrulega ekki eftir að maður komið það vestarlega á landinu, nær höfuðborginni, þá fækkar þeir náttúrulega stórlega. Nei, þetta var einmitt, þegar þú varst komin vel austur, að þá allt í einu nær eingöngu einbreiðar brýr. Já. Sem stórhættulegar, eldgamlar. Já, og með allan að fjölda túrisma, Þannig að náttúrulega Suðurkjördæmi að taka obban af túristunum, Þannig að það þarf, til dæmis það mál þarf líka að ræða í samhengi við íbúa og til dæmis heilsugæslan að höndla allan þennan túrisma. Það ekkert verið að veita auka fjárveitingu til heilsugæsla á svæðinu í samræmi við það. Já, að því að þetta kjördæmi náttúrulega fær langflesta ferðamenn til sín. Einmitt. Og þess vegna það
sjávarútvegurinn, hann sterkur í kjördæminu, það náttúrulega Höfn, Vestmannaeyjar, Þorlákshöfn og Grindavík það sem þar. Já. Þetta búið að vera mjög sterkir póstar. Akkurat. Og þarfir allra þessa greina eru mjög misjafnar. Einmitt. Og þegar við tölum ferðaþjónustuna, þá var það þannig að þetta gistináttagjaldætti, þá var verið eftir í héraðinu, eftir í kaustanum eða hjá því sveitafélagi sem tekur við flestum. Akkurat. En það verið ekki orðið? Nei, það verið ekki orðið. En þetta þarf náttúrulega, það þarf að efla þetta með því að styrkja innviði en ekki eins og rukka vegtolla eða endalaus bílastæðagjöld hjá hverju meinasta ferðamannastað. Núna kostar þetta bara allt formúi fjár. Ég sjálf til dæmis ekkert að stoppa að selja Landsfoss lengur eða eitthvað svoleiðis. Þetta kostar allt saman. Já. Og svo verið að tala um þetta, þú veist, það er náttúrulega búið að tala um það allt of lengi að byggja nýja brú yfir Ölfusá. Já. Sem bara gerist ekki þó svo að því hafi verið lofað trekk í trekk. Já, ég held að ég verið að skóflustungan á morgun. Að sjálfsög, kortir í kostningar. Sko. Já. Gott að það var ekki bara fyrir síðustu kostningar líka. Sér, sko. En samt ekki nema með í skóflustungu. Sko. Einmitt. Og þá getur þú verið langt eftir. Sko. Já, en svo það náttúrulega stefnumál okkar að vera ekki með þetta í einkaframkvæmdum og vera ekki að rukka vegtolla. Af því hvernig það að þurfa alltaf að vera að borga fyrir hverja einustu ferð fyrir fólk sem þarf að fara títt á milli. Það getur náttúrulega verið bara skattur fólk sem vinnur hinum megin við eða eitthvað slíkt. Já, sem að kannski ofta fólk á einmitt hérna á landsbyggðunum sem að sækir vinnu langt. Já, mjög gjarnan einmitt að fólk á Selfossi sé að sækja vinnu til Reykjavíkur eða öfugt. Já, til dæmis, sko. Já, eflaust mikið það. En fólk kvartar væntanlega líka við ykkur. Já. Hvað helst að? Já, það var náttúrulega til dæmis það sem ég var að nefna. Bara að það sé ekki hlustað á það. Það eiginlega svona það sem er mest kvartað yfir. Það líka kvartað yfir einmitt hræðslan við hversu lítil þjónusta á heilbrigðissviði og velferðarsviði. Fólki finnst erfitt til dæmis að barnasálfræðingar, það sé erfitt að nálgast slíka. Og það svona þjónusta sem þú einmitt, þú ert ekki að nota hana endurum eins, ef þú þarft á hana að halda þá þarftu samfellu í þjónustuna. Þú ekkert að fara með barn til sálfræðings í janúar og svo aftur kannski í júní eða eitthvað slíkt. Þannig að það þarf miklu meiri samfellu á þjónustu og það náttúrulega það sem að við þurfum að bara hafa öll gott aðgengi skiptir ekki máli hvar á landinu við búum eða hversu mikla peninga við eigum. Þetta náttúrulega eitthvað sem á ekki að spyrja um stétt eða stöðu. Nei, og svo veit náttúrulega enginn með vissu sko hvað margt fólk sem að raunverulega í umdæmi viðkomandi heilsugæslu vegna þess að ferðamennir svo margir og koma fram og tilbaka. Einmitt. Heyrir á fólki að það heimafólki erfiðara með að nálgast þá þjónustu sem þó heldur en var áður? Já, þjónustan hefur svona minnkað og fólk sem kannski nú þegar á stöðum þar sem hefur kannski verið lengi sami læknir eða eitthvað slíkt, það óttast bara, hann að fara að komast á aldur og hvað gerist þá? Verður það eins og í næsta sveitafélagi þar sem bara happa glappa hvort ég komist til læknis eða geti bara hringt og fengið samband við kannski, þú veist, hjúkrunarfræðing eða eitthvað eða einhvern sem tekur bara niður og svo verður bara hringt í þessi og þú veist ekki neitt hvað að fara að gerast. Það mikil hræðsla við þetta en það náttúrulega á öllu landinu. Þetta spannar alveg hringin í kringum. Já. Og við finnum það einmitt eins og í Reykjanesbæ. Ég man fyrir síðustu kosningar þá einmitt skrifaði ég grein heilsugæsluna í Reykjanesbæ, þá var ekki komin þessi engarekna heilsugæsla sem núna komin. Sem hefur breytt miklu. Hún hefur vissulega breytt miklu, en náttúrulega samkvæmt okkar stefnu, þá þetta ekki rétta leiðin. Ég ætla ekki að fara einmitt að tala niður læknana sem á þeirra heilsugæslu eða þjónustuna þar, heldur aðferðina. Og það var búið að svelta svo mikið heilsugæsluna á svæðinu, jafnvel þótt það hefði gríðarlega fjölgað í íbúum. Þannig að allir voru farnir að þrá það að fá aukna þjónustu. Og þannig þetta bara búið til, þannig að við myndum öll fagna nýrri heilsugæslu.
á meðan var ekki verið að líta til þess að þegar þetta enga framkvæmd þá þetta bara dýrara og enga aðilar ekkert að fara þetta ekki samfélagslega rekin heilsugæsla. Þau vilja borga sér út arð og svo framvegis. Við viljum náttúrulega að heilsugæslan og bara heilbrigðisþjónusta sé gjaldfrjáls og aðgengileg öllum. Það hefur sýnt sig í Svíþjóð eftir að það var farið í að einkavæða heilsugæsluna að þá fór að verða stéttskipting í heilsugæslu. Og það náttúrulega bara gríðarlega varhugavert. Við viljum það ekki, við viljum öll geta lifað bara öruggu lífi. Í staðinn þá það fara bara auknir sjúkdómar að leggjast á fólk sem á minni pening og slíkt. Það náttúrulega, við erum í einhvers staðar svona 10 árum eftir Svíum kannski í þessu, en við sjáum á hvaða leið við erum og þar fyrir utan þá bara enginn að vera að græða á heilbrigðisþjónustunni okkar. Ef að ég verð veik eða þú. Það ekki siðferðislega rétt á mínum mati. Já, þannig að fólki þá greiðir sér arð af ríkisframlagi. Akkurat. Það sem gerist. En sko, þetta hérna samt eins og þú segir, þetta svona, það fór algjör neyð á svæðinu, það vantar læknaþjónustu. Svo kemur einkarekin stöð og opnar og allir fagna. Einmitt. Hitt var verra. Akkurat. En það var búa til. Já, þessi fagnaðarlæti urðu bara af því við fengum heilsugæslu. En svo einhvern veginn reynt að matreiða þetta ofan í okkur að einkarekstur sé málið á meðan að við vitum það að ríkið fær betri lán til að byggja upp svona. Af hverju var ríkið ekki bara löngu búið að gera þetta? Það hefði verið hagkvæmara á allan máta. Herðu, svo eitt stórt mál sem að ég alveg vissum að fagnar ekki allir þegar heldur þessari stefnu að fiskveiðistjórnarkerfið verið stokkað upp svo að þau byggðarlög sem þurfa að treysta á gjöful fiskimið geti dafnað og byggði landsins njóti góðs af auðlindu sínum. Hann brött brekka. Þetta brött brekk en í rauninni þá eru ótrúlega fáir aðilar sem myndu tapa á þessu kerfi. Nei, þeir eru bara svo sterkir. Þeir eru svo sterkir, en ég hef ekki hitt það, þeir eru ekkert að koma að nálgast mig sko, en ég meira að hitta fólki sem myndi græða á þessu. Það eru bara einhverjar 8 fjölskyldur sem að bara sitja á öllum auðlindunum okkar. Og það í fyrstu grein fiskveiðilaga segir bara að þetta sé okkar sameiginlega auðlind. En þetta fólk lætur eins og þetta sé þeirra enga eign. Og það bara ótrúlegt. Við eigum náttúrulega... Svo eiga þeir svona magniltöflur við höfuverknum að til dæmis í Höfn, ef ég veit rétt að þá byggði skinni Þinganes yfirbyggðan fótboltavöll. Já. Þetta það einmitt, já. Þetta náttúrulega, þú ert að kaupa góðvildina. Já. Þú ert svona... Þakka niður í gagnrýni. Já, þú gefur smá, en þú ert að taka svo mikið meira. Fólk bara, við náum ekki að gera okkur grein fyrir hversu mikið þau eru að taka. Og hvernig höndla... norðmenn með sína auðlind. Þar fær samfélagið að njóta góðs af. Auðvitað þetta samfélagið hér að njóta góðs af okkar auðlindum. Það bara eðlilegast í heimi og mér finnst, kannski ég svona einföld, mér finnst bara erfitt að skilja að fólk sjáu það ekki. Ég var einu sinni að tala við Vestmanning sem var mjög harður, svona, eða sem annari skoðun ég. Og ég var að segja það að ef að Guðbjörg Matthíasdóttir í Svílæðinu sko, ef það væri ekki til rafræni peningar að ef það væri þannig þegar Herjólfur væri að fara að þá kæmi alltaf nokkur bretta 5.000 köllum til að flytja frá Vestmannum upp á land. Einmitt. En núna fer þetta bara, þú veist. Akkurat. Já, bara gegnum strauminn sko, en sko, ef þau sæju þetta, hvað sko færu mikli peningar úr þeirri sveitafélagi með ákvörðun einna mannesku sem svo að kaupa fyrirtæki til fyrirtæki og meðal annars styrki mokkan veglega en þetta eitthvað sem að eru sko náttúrulega fjölskyldurnar og sem standa bak við þessi fyrirtæki þegar mikil hagsmunni gæta og svo jafnvel einhverju fleiri sem eru svona innundir Já, það er náttúrulega alltaf einhverju sem eru innundir en fyrir fjöldan, bara til dæmis með það að slíta virðiskeðjuna
til þess að það sé ekki verið að koma, það er verið að koma fisk til útlanda þar sem að sömu fyrirtækin, þessi íslensku fyrirtæki eiga dótturfyrirtæki í útlandum sem þau koma svo peningunum í skattaskjól. Við höfum ekki hugmynd hversu gríðalegt magn af peningum, bara miljörðum sem að streyma í burt og kemur aldrei hingað til lands af þessu. Einföldu dæmi að þá var það þannig að íslensku útgerðirnar þær selja eigin fyrirtæki úti, kannski á tíkall sena bara, en svo selur það fyrirtæki áfram á 20 krónur. Akkurát. Og þannig til dæmis hafnagjöldin, þau líða fyrir þetta og talningin sjómenna og svo náttúrulega hið opinbera bara skattar af fyrirtækin. Fiskvinnslufólkið, þú veist, allt starfsfólkið, skattarnir, það væri hægt að fá betri laun einmitt fyrir að vinna í þessu ef þetta væri bara allt á hreinu, engin feluleikur eða undanskot. Þannig að það þarf að stokka þetta upp. Það er alveg hreinar línur. En það er ekki flókið og fólk verið slátt að halda af því að nú, til dæmis þetta fólk er bara að leigja kvótan þó að það hafi látið eins og þetta sé einhver þeirra sér eign sem þau geta selt og keypt og eitthvað slíkt. Og þá eru þau bara að leigja kvótan til 1 árs í einu. Já, en það eru hérna flokkar sem hafa verið svona talað gegn þessu kerfi og það verið að finna upp einhverjar aðra aðferðir, afskriftakerfi og hérna, en eins og þú segir, það máttu allir vita það sem keyptu kvóta að þau voru sem sagt, ekki að borga eigandanum þegar þau keyptu það. Já, það var, og mér finnst það eins og áður fyrr, það var rætt að leigja kvóta. Svo allt í einu fannst mér breytast umræðan að þetta væri einhver svona eign einhverja og hvað ætlar þá bara að gera eitthvað eignanám hér eða eitthvað slíkt. En það er ekkit umræðan það þegar það er til dæmis verið að ræða að það væri hægt að færa þetta yfir í dagakerfi út úr kvótakerfi svona að vel ígrunduðu máli og við þurfum að vanda okkur við þetta en við erum með leiðir til þess að vinna þetta. Já, og þjóðin á auðlindina. Já. Þannig að, og það eru líka leiðir einmitt til þess að rentan renni til þjóðarinnar en ekki til örfara. Eitthvað skemmtilegasti útgerðarmaðurinn á Íslandi sem er Guðmundur Kristjánsson í Brimi. Hann segir þú átt ekkert kvóta nú, ég á ekkert kvóta. Nei, þú átt ekkert fiskinn og ég á ekki fiskinn. Fiskun á þessu bara sjálfur. Hann er svona skemmtilega. En hann á kvótan, vil hann halda því fram þá að hann er í kvótan og fiskun er þessu sjálfur? Nei, hann er svona gaman að þvæla málin bara. Skemmtilega maður. Ég er endar, af því að spyrja hvort mér hefði verið tekið illa, þá hefur það eiginlega verið þvert á móti. Ég var á fundi í Vestmannaeyjum. Og ég bjóst ekki við að svari mitt myndi slá í gegn þar sem að það var svona afdráttarlausasta svarið í pallborðinu. Þegar ég kom svo niður af sviðinu eftir fundin þá kemur til mín maður skælbrósandi og knúsar mig bara rosalega fast, ég aldrei hitt hennan mannaður og þá var það maður sem spurði kvótaspurningarnar og þannig að það gladdi mér rosalega mikið, ég fekk mér sér símtöl kvöldi eftir þetta kannski er þetta ekki það er hljómgrunnur það er einhver hljómgrunnur já en það er svo er það meira svo þannig að útgerðirnar það er vigta sjálfar aflan akkurat og þær gefa upp íshlutfallið hvað er mikið ís á móti fiski einmitt. Þetta er allt það er náttúrulega einmitt einn partur af því sem þarf að koma í veg fyrir að það sé hægt að svindla á kerfinu mjög einfalt núna það er verulega einfalt gefur bara upp 20-25% ís svo er það hérna þetta við erum samanlega þetta þarna er verk að vinna en þú varst á svona fundi í Vestmannaeyjum að þá töluðu fulltrúar hinnaflokkana ekki jafn ákveðið og þú ekki jafn ákveðið og meira segja sumir fannst mér svona pínu á bremsunni sem hafa alveg kannski verið að tala eitthvað í þessa átt en ég segi ekki að ég hafi verið eitthvað einum það að vilja breytingar í þessum málum, alls ekki Nei, þú varst, en þú sagði sem að þú talaður ákveðnar heldur innir og fyrst knús fyrir. Já, ég fekk knús fyrir, bara langt og fast, Það var verulega gaman. En svo er annað sem er stór mál, það eru samgöngunar. Já.
Akkurat. Það þetta eru götóttir vegir og illafarnir vegir og slísin og Suðurlandi hafa bara verið með nokkuð mörg. Svakalega mörg. Já. Og það náttúrulega... Og þar kemur líka gat í viðbrás teimið, sko, því að Akkurat. Kirkjubæði klustur, þetta engan veginn nógu vel staðið að viðbræði. Alls ekki og þetta bara stór hættulegt. Það þarf náttúrulega að íhuga það svo, þú veist, svo sjúkraflugvél sem staðsett á Norðurlandi, sko. Þannig að það þarf verulega að huga að vegum og viðhaldi þarna. Og ákveðnum vegum sem eru kannski hættulegir en aðrir og við þurfum að gera ráð fyrir því að hér eru kannski að koma ökumenn sem eru ekki vanir að keyra í þessum aðstæðum. Þannig að samhangandi það einmitt að bæta samgöngunar, bæta vegina og einmitt brýrnar eins og við töluðum áðan. En líka einmitt heilbrigðisþjónustuna á stöðunum til þess að það sé auðveldara að bregðast við. Og þetta einhvern veginn setur alla í meiri hættu, hvort sem íbúa eða ferðafólk. Og oft erum við bara að tala erlenda ferðamenn þegar við erum að tala ferðamenn, svo náttúrulega bara hellingur af innlendum ferðamennum náttúrulega líka í þessu kjördæmi, sko. Þannig, og það fólk ekkert tekið með bara, fólki sem í sumarbústöðunum eða upp á Hálendi eða eitthvað svona. Heyrðu að sko, það eru bara nýli dæmi sanna það hvað ferðamennska getur verið hættuleg. Það bara stutt sem var banaslys í Íshelli. Einmitt. Og það sko, við hinn sem bara alveg enn eitt slysið og bara, nei, ekki meira þessu. En þá það komið að því, sko, hvort það þurfi ekki að vera strangari skilyrði fyrir starfsleyfum. Jú, klárlega og ég eiginlega bara mjög hissa til dæmis á ferðamennsku í Íshellum hvað þá svona yfir sumartíman þegar þetta eiginlega bara býður upp á eitthvað svona slys. Það þarf að fylgjast vel með þessu. Það líka stór fyrirtæki sem að koma inn, kannski erlendir aðilar þekkja ekki til aðstæðna. Stór fyrirtæki með þá einu hugsun að græða pening og þá þetta kannski bara ok, þetta var smá en það tekur það kannski ekki persónulega eins og einhver ferðaþjónustubóndi sem að hefur svolítið svona ástríðu og hugsjón og stoltur af sínu landi. Þannig að það líka varhugavert að enda viljum við styrkja við lítil og millistór fyrirtæki en við viljum ekki fá einhverja braskara til að braska með bæði fjármuni hvað þá líf og limi fólks og slík stefna, einhver braskvæðing í ferðaþjónustu, hún alltaf fórnar einhverju. Nú langar maður að segja þér smásögum. Það var þannig að við fórum 4 til Skotlands til að spila golf og áður við fórum þá urðum við að panta okkur rástíma á þeim völlum sem við vorum að fara að spila. Það þýðir að koma bara og fara að spila, maður verið að panta rástíma og þá eigum við bara 18. ágúst klukkan þetta á þessum velli og þá erum við bara mæta á réttu tíma og við erum búin að borga fyrir fram og hana. Ég hef oft velt þessu fyrir mér, akkur ekki Laugavegurinn, þessi vinsalega gönguleið, akkur hún ekki bara þannig, akkur það ekki bara að panta tíma. Ég bara mjög sammála þessu. Að bæði upp á öryggi og umhverfisvernd. Já, og þar eru úti, þar eru skotar í tvít jakkafötum og alls ekkert viðrar og svona og leiðbeina að henni fari, svo er búin með 10. braut og þá kemur þið Middelhás og þar fáið ykkur eitthvað drekka og haldið svo áfram. Ég hef gengið Laugaveginn og ef það væri bara ræsir sem bara segja, já því gáðu að því með farið í Hrafntinuskálan og hann hér og svo kolli, svo kemur hætta þarna, af hverju ekki og það bara til að verði aldrei of margir og þá það líka til dæmis með þarna á Suðurlendi eins og Íshellana og annað, akkur fyrirtækin þurfa þá að panta sér eitthvað tíma sem þau ætla að selja og borga eitthvað af tilbaka og þar eru bara svona skilyrði þú átt bara tíman milli 10 og 11:30 Já, það er mjög góð hugmynd
og já, sem heldur bæði utanum einmitt öryggi líka upplifun fólks og umhverfisvernd, það verður ekki of mikill átróðningur og þannig og enginn getur farið á sléttu skónum og svona já, og eða alltaf illa búnum bílum eða slíkt sko. Við einmitt ætlum að fara að hitta bónda síðustu helgi og sá hafði verið alla nóttina í að bjarga einmitt ferðafólki einhvers staðar upp á hálendinu þannig að fólk gjarnan einmitt að fara á vanbúnum bílaleigubílum eða illa búið í göngur eða slíkt og einmitt það þarf að halda utanum þetta. Mér finnst, sko, við borguðum bara glöð það sem að kosta að spila, við gerum ferðingin ókipis og eitthvað svona, þegar er búið að til að hafa reglu á þessu, þá er þetta svo, akkur er þetta ekki bara eins og golfvellinir. Nákvæmlega. Það bara, sko, ræsti út bara með hálftíma millibili. Einmitt. Mjög góð hugmynd. Já, mér finnst það. Því ég hugsa oft þetta í af hverju ekki, sko. Akkurat. Okkur fannst þetta svo sjálfsagt, sko. Nákvæmlega. Og það stendur líka hjá okkur, sko, að óspilt víðerni hálendið og fleiri svæði verið skilgreind sem þjóðgarðar og varið fyrir ágangi manna og dýra. Þarna er þetta til dæmis, þarna þetta heima að þessi gengið vel þetta er oft viðkvæm náttúra. Já, og þetta það er orðin svo mikil traffík eins og þú nefnir Laugaveginn, sko, það er bara orðin gríðarleg traffík og þá þarf einmitt að fylgjast með til þess að við séum ekki að skemma bara náttúruperlur. Já, það getur verið víðar, sko. Já. Þetta er náttúrulega bara viðast hvar sem maður kemur núna, sko. Þú talaður Seljalandsfoss, sko, Seljalandsfoss, við vorum með, sko, 2 barnabörn með okkur og þau hefði ekki komið þarna. Þannig að við letum okkur hafa það að borga bílastæðið til að fara og er maður svona, sko, hvað er mikla breytingar reyndar, svo margfald fleira fólk heldur þegar ég var ekki náttúrulega. Já, það er svo stutt síðan að það var mjög fátt fólk þannig. Yngstu börnin mín 2. Ég hef ekki ennþá lagt í að fara með þau að Seljalandsfossi af því að ég fer mjög oft, sem sagt, þessa leið þarna framhjá við dveljum mikið í Skaftárdal þannig að og svo er maður alltaf, það var nú gaman að labba með krakkan á baku fossinu og svo er þetta bara ég tími ekki að vera að borga fyrir þetta, ég er hvort að fara hérna út í náttúruna bara sem að ég þarf ekki að vera að borga eitthvað sérstaklega fyrir og svona, en samt það væri alveg gaman fyrir þau, það er upplifun að labba á baku fossin og svo leiðis. Ég get alveg lofaði að börnin sem við vorum með þau bara allir ekki að trúa þessu. Já, eldri börnin mín hafa farið oftar, sko, því að þá var ekki byrjað að rukka svona. Þetta er eins og þetta alveg algjört, sko, algjört ævintýri. Þetta er það. Já, en Suðurkjördæmi er svolítið sérstakt, það er mikil uppbygging til næst í Árborg og Þorlákshöfn eða Ölfusi. Já, einmitt. Og væntanlega flestir íbúar bránaði með það eða ekki? Heyrist það ekki eða hvað? Jú, mér heyrist alveg flestir vera það. Svo hef ég tekið eftir, sko, til dæmis eins og það er þannig að stórfyrirtæki að koma í Þorlákshöfn sem að þau voru greinilega það átt að fara að veita eitthvað leyfi og þau voru farin að gefa peninga í hitt og þetta, svo tók ég eftir því að það var eitthvað körfuboltalið, sko, sem að Þór væntanlega í Þorlákshöfn sem að foreldrarnir segðu bara stopp, við viljum ekki fá þessar auglýsingar okkar búninga og svona, en það er þetta líka einmitt, það sem maður hugsar, þegar kemur eitthvað stór fyrirtæki, allar kannski fara að raska náttúruna þarna gríðarlega. Raska náttúrun, þetta bara taka litla sandfell og flytja á landi. Já, þau eru bara að fara með þetta í burtu. Og svo skilum maður þegar að, sko, eins og ég heyrði, það var bara verið að senda peninga hérna bara út allt, sko, til að halda fólki góðu. Það gladdi mig alveg að heyra það væri þannig að foreldrar í körfuboltaliðin sem voru bara, nei, hingað og ekki lengra, sko. Og mér finnst sorglegt þegar það er verið að reyna að einhvern veginn kaupa svona aðgangin að þessu og mér finnst þetta þó að það sé eitthvað fólk ánægt með þetta þá mér finnst þetta gríðarlega alvarlegt mál. En sko þeir fá fyrst þarna 2 fyrirtæki sem ætla að vera með landeldi, svo er þetta alveg milljarða framkvæmdir
og ég kannast nú við forstjórun öðru þeirra og hann sagði bara nei, það var að vera eitthvað malarmulning hérna bara það sem við erum með. Akkurat. Og við erum búin að segja já við erum búin að byggja þetta fyrir milljarðallir þessu komar og vísa bara möl yfir okkur. Einmitt. Og þarna finnst mér að þurfi til dæmis þetta íbúalýðræði. Já. Til þess að fólk geti áður en að það kemur einhver og eis peningum í einhverjum svona velvalda staði til þess að kaupa sér góðvild. Að þá þarf bara að taka hérna, við þurfum að ræða þessi mál frá A til Ö og við ætlum ekki að fara bara hérna og selja heilt fjall og hvert fyrir síðan meira segja þessi peningur, bara eitthvað út úr landi. Búin að selja fjallið sem gríðarlegt rask. Ég skil ekki alveg þessa hugsun. Gróf aðför mjög, rosalega gróf aðför. Ég gengið upp á þetta, þetta er ekki stórt. Nei, mér alveg samfótt að sé hóll. Ég var bara mósett sem var hinum minna, ég tók þetta bara í leiðin. Þetta gríðarlega alvarlegt mál og ég trúi því ekki að fólki finnist það í lagi að horfa upp á bara landið keypt einhvern veginn í burtu. Og svo líka náttúrulega vikurflutningarnir frá Hjörleifshöfða og til Þorlákshafnar líka. Þá eru sko trukkar fullhlaðnir að vikri að keyra til Þorlákshafnar og hérna svo tóum við tilbaka og ég man ekki hvað við vorum eitthvað að ræða þetta einmitt. Eitthvað 18 bílar eitthvað. Við vorum á Vík vegakerfið ekki að höndla þetta og þú veist þetta ekki þú veist samkvæðir finnst sko náttúruverndarsjónarmið sem að ég bara á mjög erfitt með að skilja þessa aðgerð að vera að selja vikur úr landi og þetta mengar gríðarlega þá lítum dettum við niður á sama stað. Hér eru erlendir stóraðilar að koma og kaupa landi í burtu og hvert fyrir gróðin hann fyrir aflaust bara eitthvað erlendis líka. En það, sko, svo hérna sem þetta tengist svo margt, sko, við vorum búin að ræða á hann til dæmis eins og heilbrigðisþjónustuna að tala sko vegakerfið sem okkar sem bara alveg kapút, sko. Það er bara eiginlega sama hvað lítið sko. Það er ekki frekar í einu kjördæmi heldur en hínu, þetta er bara alveg kapút. Við höfum ekki náð að hérna viðhalda þessu og enda hafa held bara aldrei verið fleiri banaslýs umfyrir heldur núna sko. Nei, nákvæmlega. Og þetta er að vesna alltaf vesna og ég bjó í innri Njarðvík þar til fyrir stuttu og mjög stundum ef ég var að keyra suðrættir eða hvora leiðina sem var að þá var alltaf einhverju kaplar að Reykjanesbrautinni sem var svo mikill vaselgur. Já, láttu mig það ekki það. Já, þetta er stór hættulegt. Já, ég segi stundum að ég var nú sjó hérna á það, sko, þetta var eins og sigla í brælu, sko. Já, bara ágjöf á bílinn, sko. Nákvæmlega, og bara mjög hættulegt ef að fólk missir stjórnar á bílnum, sko. Já. Þetta er alveg, ég kannast mjög vel við þetta, ég keyri gjarnan þessa leið, sko. Já, og þetta er alveg bara ótrúlegt. Já. Þetta er, sko, fyrir útlendinga að koma, þetta er mest ekni þjóðvegur landsins. Einmitt. Og hann er stundum bara stundi vatni. Algjörlega, og fólk einmitt, manni bregður þó maður búist við þessu, sko. Já, ég get ekki ímynda mér hvernig þeir líður ef þú hefur aldrei lent í svona og lendir ofan í þessum hjólförum. Stórhættur. Gjörsamlega stórhættur. Fljóta bílarnir bara. Já. Og þar fyrir utan einmitt svona, já, hann virðist vera bara svona stagbættur, svona já, við ætlum að laga hér og hér. Þetta er svo mikilvægur vegur sem er svo mikið notaður að það þarf bara að halda honum almennilegum, alltaf. Þetta er koma blessið mennirni sem eru á hólu fylla þetta. Já. Með skóplum bara, handskóplum, að reyna að laga, þetta er alveg ómögulegt, sko. Algjörlega. En ég segi þetta því að hér, sko, að þjónusta fólks í nærumhverfi sínu sé bætt þannig að hægt sé að draga úr löngum akstursleiðum, sér í lagi á landsbyggðinni. En þetta er náttúrulega alveg hárrétt, sko. Já. Að þetta er ein rökin til viðbótar fyrir því að það sé alvöru heilsugæsla og í hverju algjörlega, við þurfum að hafa allt öryggisnetið nálægt fólkinu. Við getum ekki látið það bara einangrast einhvern veginn og þurfa bara, já, ég þarf að fara til Reykjavíkur til þess að gera þetta eða hitt, sko. Já, en sko, allt kostar þetta. Já.
Og þá það spurningin, sko, vitlaust gefið? Það svo vitlaust gefið í þessu þjóðfélagi. Já. Það bæði öryrkjar, endurhæfingarlífeyris og ellilífeyrisþegar með lágartekjur og launafólk með lágartekjur sem að borga skatt af launum sem ætti ekki að vera að borga skatt. Líka millitekjuhópar sem að greiða of mikinn skatta meðan að hæstu tekjuhópanir og kannski bara hæsta 1%. Bara það algjör ósangirn í því hvernig skattkerfið hérna byggt. Og þar að ekki þegar við komum inn á áðan hvernig sjávarútvegsmálunum háttað, þar verulega illa skipt. Þannig að það vel hægt að laga mjög mikið til í þessu landi án þess, þetta ekki einhver innantóm loforð, það hæglega hægt að laga hérna og breyta samfélaginu í samfélagi jöfnuðar en ekki ójöfnuðar eins og það hreinlega í dag. Já, og þá líka sko, þetta samfélag sem við eigum, ekki bara þetta samfélag sem við eigum eins og samgöngukerfin og heilsugæslur og löggæsla og allt þetta, sko, að þetta sko fjársvelt alltaf og það það eitthvað sem við þurfum að snúa þeirri braut og þannig að við getum ráðstafað í sameiningu meira þeir verðmæti sem vera til. Já, og meira segja sko ef við hugsum út í eins og bara hreinlega öll þessi kerfi en ef við erum hugsa út í velferðarkerfið og heilbrigðiskerfið að með því að hafa öflugt velferð- og heilbrigðiskerfi og menntakerfi þá erum við í rauninni að fara að spara fjármuni af því ef við erum að láta heilsu fólks reka á reiðanum að þá munum við á endanum þurfa að borga það dýrara verði. En ef við grípum til dæmis börn sem að verða utanveltu sem búa við erfiðar aðstæður eða eitthvað slíkt þá erum við til langtíma séð að fara að spara, ef þú hugsa bara peninga þá ert að fara að spara peninga en þú ert líka að spara líf, þú ert að bjarga lífum sem að geta endað illa. Og þannig einmitt kemur misjöfnuðurinn birtist einmitt kannski í ofbeldi, glæpum og einhverju slíku sem kemur bara fram af vanlíðan. Já, og að því að hvert svona líf dýrmætt, sko. Öll, dýrmætt. Já, og hvort sem þau eru hér frá Íslandi eða einhverstaðar annars staðar. Já, við hefum verið heppin með það hvað við hefum, sem sagt, við erum honum 400.000 og það ekki möguleiki að halda uppi kerfinu á Íslandi án að koma fólk. Það var ekki hægt, nei. Ekki möguleiki. Ekki sens. Nei. Það alveg undantekning ef maður fer einhvers staðar inn að fá sér kaffisópa að sé pant á íslensku. Akkurat, og heilbrigðiskerfið okkar það töluvert borið upp á erlendu fólki. Já, það rétt. Herðu, við erum búin að sýta sko bara í 45 mínútur. Já, í alvöru. En ég þú segir að gangi vel. Já, það gangur í þessu. Hvað keyrirðu mikið? Guð minn góður, ég örugglega búin að keyra bara svona 1600 kilometra undanfarnum dögum, sko. Ég ekki mikið fyrir það. Ég vil einmitt ókeypis almenningssamgöngur. Já. Það eiginlega dýrar að taka strætó á milli heldur en að keyra, sko. Já. Gengur strætó hvað langt austur? Það svolítið erfitt, hann gengur alveg austur en þú kemst ekki alla leið í einu og það alveg happa klappa, það þyrfti að hafa til dæmis fyrir námsfólk og bara fyrir ferðafólk, bara við getum létt á vegunum með því að ferðamenn væri frekar að taka almenningssamgöngur heldur en bílaleigubíla og það væri umhverfisvænt í leiðinni en það vesen, ég hef ætlað að taka strætó á Kirkjubæjarklaustur frá Reykjanesbæ og það var bara algjört púsluspil og hefði kannski gengið einhver einu sinni í viku eða eitthvað slíkt að gera þetta í þokkalegni leið eða eitthvað þannig. Það þarf að laga þetta. Ég held að með þessu móti þá getum við hagað hlutunum allt öðruvísi. Þegar við förum erlendis þá erum við til í að taka almenningssamgöngur sko, ef þær eru vel skipulaðar. Já, ég vinnur án. Það nú ekki hægt að tala kjördæmið þá að tala Grindavík og jarðeldan á Reykjanesi. Nei, þetta náttúrulega bara eitthvað hrikalegasta mál sem hefur komið fyrir. Við erum náttúrulega bara með heilt bæjarfélag á flótta undan náttúruhamförum. Og veglegt bæjarfélag sem gríðarlega veglegt bæjarfélag og virðist hafa verið mjög
góður bæjarbragur þar líka Já. og fólk saknar samfélagsins og þannig að það er mjög sárt að horfa upp á það. Og núna í rauninni bara beðið eftir næsta gosi. Einmitt. Og það hérna, við veitum ekkert, það veit náttúrulega enginn hvar það kemur upp í þessari gígaröð en Nei, svo fyrir maður óttast einmitt Vogana á Reykjanesbrautina. Já, síðast var það nefnilega þarna norðan við og ógnaði brautinn í hefur komið nær og nær þangað sko. Þannig að þetta er mjög ógnvænlegt þó þetta sé tignalegt sko að horfa einmitt heiman frá mér mjög gott útsýni yfir þessi gos sem hafa verið undanfarið. En einhvern veginn að horfa á þetta og hugsa til fólksins sem hefur þurft að flýja heimilin sín og líka einhvern veginn hvernig yfirvöld hafa tekið á móti þeim. Ég hef pælt í því, það er ennþá fólk sem er ekki búið að fá lausn sinna mála varðandi húsnæði. Sem er ótrúlegt. Já, og þau voru bara sett beint á almenna markaðin sem var fyrir í rjúkandi rústum. Bara gjöra svo vel og reddið ykkur. Lítil fyrirtæki kannski sem og þar eru bara einstaklingar á bakvið sem að fá heldur enga lausn sinna mála og eru bara eitthvað svona að berjast kannski í snörinni sko. Og ég hef velt því fyrir mér persónulega til dæmis hvernig átti ríkið að bregðast við þessu fólki. Nú í Vestmannaeyjagosinu þá var bara riggað upp viðlagasjóðshúsum frekar fljótt örugglega. Kom það aldrei til tals til dæmis að gera eitthvað slíkt, að bjóða fólki upp á slíkt? Nú einmitt þegar ég er búin að tala nokkur sinnum íbúalýðræði þá skiptir máli hvað Grindvíkingum sjálfum finnst æskilegt að gera og einhvern veginn get ég ímyndað mér að töluvert af fólki hefði verið til í að fá þessa lausn að geta fengið öruggt húsnæði, sitt húsnæði í staðan fyrir að velkjast á leigumarkaði sem er bara happa-klappa hvernig hann hagar sér sko. Ég bjó í Innri Njarðvík þar til bara síðsumars og í raðhúsi og það eru sem sagt 5 íbúðir í því húsi og nú eru Grindvíkingar í 3 íbúðum af þessum 5. Akkurat, nákvæmlega. Já. Og það er samt sko, það er mjög erfitt einmitt að fá húsnæði í Reykjanesbæ núna og það er ekkert út af Grindvíkingum, það er mjög erfitt að fá húsnæði og það er allt of dýrt. Fólk er ekki að fá rétta húsnæði fyrir sig endilega, kannski þarf að borga alltaf 70% af laununum sínum í húsnæði og það þýðir bara að miðjan mánuðin þá áttu ekkert eftir. Þú átt ekki pening fyrir mat eða neinu sem er bara, þetta eru fátækra gildrur. En við held ég að þurfum að taka betur utan Grindvíkinga og hlusta á Grindvíkinga sjálfa. Já, finnst þeim að það hefði svona ekki verið haldið upp svona talsambandi við þau? Mér heyrist að þeim finnst þau vera glemt og hafa fallið þannig á milli hluta einhvern veginn. Og þó að þú veist, við höfum náttúrulega öll samúð með þeim og getum ekki ímynda okkar þessa stöðu, þá er eins og þetta mál hafi bara einhvern veginn týnst. Það er bara, býttu þau bara fóru frá Grindavík og þau hljóta að hafa rætta sér eitthvað, ég veit ekki og við getum ekki ímyndað okkur hvernig það er að þurfa að yfirgefa ekki bara bæinn sem heldur samfélagið sitt. Alveg, stimpla sér bara út úr einhverju sem þau þóttu vænt um. Já. En Þórkatla, þarna ríkisfyrirtæki sem eru kaupegnar, það er einhverju sem eru ósáttir við hana? Jú, það er einhverju sem eru ósáttir við hana og hafa bara einmitt reynilega ekki fengið lausn sinna mála. Síðast ég heyrði voru svona cirka kannski 100 manneskjur sem að höfðu ekki fengið lausn. Já, 100 fjölskyldur. Já, ég veit ekki hvort það voru fjölskyldur eða manneskjur eða einstaklingar. En það er bara óásættanlegt. Það komið meir en ár síðan fólk þurfti að fara og þá var það þegar búið að búa við töluvert ógnar ástand. Gríðarlega jarðskjálfta og örugglega ótta hvað yrði.
auðvitað átti bara að taka strax á þessu máli. Við höfum ekki að vera hérna ári síðar en þá að ræða þetta. Við höfum að vera búin að finna út úr því hvað er best að gera fyrir þetta fólk og við þurfum að hlusta og það er held ég það sem að sé bara mikilvægast fyrir yfirvöld að gera. Sko, hvað þjóðin stendur í raun og veru með Grindvíkingum að það er búið sko kosta milljarða þessi varnargarðar og þú heyrir aldrei manneskju andmæla því. Nei, og þetta er ekki hug. Bara vegna hamfarana þá þarf að gera eitthvað og ekki fyrir við að segja píningur í þetta. Það er ekki þannig. Alls ekki. Það er enginn sem finnur að þessu. Nei, og sem betur fer, já, þá stendur þjóðin með Grindvíkingum. Það skrítið hvernig þetta hefur einhvern veginn svona fallið á bakvið held í kosningabarattunni en líka einmitt hjá stjórnvöldum að svona gera meira heldur en bara rétt að bjarga þeim til að byrja með. Að það vantar einhverja eftirfylgni og þetta samtal og hlustun. Já, og svo og svo þessi uppkaup og standa húsin tóm. Einmitt. Og þau sem að seldu Þórkötlu, þeir fari bíltúra til Grindavíkur og bara með tárinu á honum að horfa. Nákvæmlega. Nú skilst mér að þau megi geyma dót þar sko, megi ekki sofa þar eða eitthvað slíkt. En ekki alltaf ekki hitta hús, ég veit ekki hvernig þetta er. Nei. Ég veit ekki. Það er náttúrulega, ég held, var ekki Þórkatla að skuldbinda sig til þess einmitt að gera eins vel að þau gætu til þess að þetta myndi ekki eyðileggjast. Svo er annars stórmál. Er ekki rétt hjá mér að Þórkatla borgar ekki fasteignagjöld. Nú sem er fréttir sko. Nei, ég held að sé þannig sko. Já. Og það sem er kannski sko það sem að Grindavíkur bær tristir á bara sínu rekstru og sínu tilveru og þá sé bara sá sem áorðið megnið af húsunum. Þetta er ótrúlegt. Undanþegin lögum fasteignagjöld. Ég held ég hafi lesið eftir einhvern Grindvíking með þetta. Já, ef það er svo, það er bara, ég þarf að fara í að kanna þetta. Þetta er bara, það er hrikalegt ef að þá einmitt síðan að kippa því undan sko bæjarfélaginu líka. Já, því að einhver stað var sagt daginn að sko bæjarsjóður Grindavíkur stóð mjög vel. Einmitt, þetta var vist bara stönduðasta bæjarfélag á landinu. En svo er það núna, hvort það ekki bara geti átt fyrir nauðsynlegum útgjöldum og starfslaunum, starfsfólks þeirra og svo slís. Og ef það er rétt að þau missi fasteignagjöldin, þá er bara tappinn tekinn úr baðinu. Gjörsamlega. Það er bara skelfilegt. Nei, þetta er erfitt. En þessar jarðhræringar eru líka afskaplega erfiðar. Já. Og jarðskjálftarnir sem voru, þetta er búið að vera ekki í 3-4 ár bara på ganga á með látum. Já, þetta er eins og litlu börnin mín sem eru 6 og 7 ára. Þau muna allan eitt annað en að séu annarkvort jarðskjálftar eða eldgos. Þau eru alveg orðin vön því. Mér finnst þetta alltaf magnað einhvern veginn sko og ótrúlegt. En bara svona sem dæmi þá vakti ég börnin og hugsaði það eru auðvelt að koma inn skólan í dag þegar eitt eldgosi byrjaði svona að morgni til. Og ég segi eitthvað, það byrjaði að gjósa og dóttir mín bara, og hvað með það? Já, hugsaði. Nema hún var síðan aðeins hræddum eftir að hafa séð sko einmitt fara yfir hús í Grindavík, þá var hún hræddum að það myndi koma til okkar upp á Ásbrú sko sem að það er svona. Það er eðlilegt. Já, nákvæmlega. Þetta er, en heldur þetta ekki svona samstæð líka meðal frambjóðanda allar að flokka Grindavík, ekki er það tekst á það? Við höfum ekki ennþá tekist á það. Ég hugsa bara líkt og þjóðin að þá hlýtur að vera samstæð á milli flokka það. Heyrðu, en sko, eftir að vera búin að tala við þig í hátt í klukkustund, að þá ætla ég bara að segja það, þú átt fullt erindi á þing. Takk fyrir það. Þú stóðst prófið. Og gangi bara sem best. Takk fyrir. Og það er Unnur Rán Reynisdóttir sem er oddviti Sósíalistaflokksins í Suðurkjördæmi en Rauðaborðið heldur áfram hér eftir augnablik. Það er komin tími til að breyta húsnæðiskerfinu. Hinn eina sanna breyting er sósíalismi. Sósíalistaflokkurinn vill ríkari hömlur á skammtímaleigu Airbnb til ferðamanna. Meira stefnuna inn á xjóð.is.